ég fer yfir myndavéla staðsetningarnar fyrir lögin með pródúsentinum og við ákveðum hvar vélar eiga að vera og hvar eiga að vera kranar og hvar myndavélar og hvar trakkur að vera sem myndavél á braut og vera svona ábyrgur fyrir að allt sé tilbúið þegar að er farið í æfingar og upptökur. Þannig að það er mörg horn að líta. Eyþór, hvað gerir sviðsstjóri? Hann sér að atriðin eru tilbúin þegar að þau eiga að byrja. Þá er eins gott að allt sé á staðnum. Allir sem eiga að syngja og allir hljóðnemar og öll hljóðfæri, allt á sínum stað. Þetta mjög gaman, milli laga. Svo bara, já, halda sönsum. Já, þetta ekki dálítið mikið að hugsa upp í einu? Nei, ekkert svo rosalega, sko. Það er alveg bara að taka eitt lag í einu, sko. Hvað tekur langan tíma að fara þátttökumundu fyrir eitt þátt í söngvakeppninni? Það getur tekið allt frá svona 10 mínútum upp í hálftíma. Er það munur á konum og körlum? Já, það er nú yfirleitt pínulítill munur þar á. Hvað eru margar sminkur við svona stóran þátt? Við erum í kvöld erum við 3, en svo í úrslitaþættinu þá erum við 4. Og þá er oft mjög mikið læti, en ofboðslega skemmtilegt. Þegar búið að ákveða hvernig á að mynda atriðið og hvaða myndavélar að nota hvenær og í hvaða skoti og svoleiðis. Og að hjálpa til við að finna rétta lýsingu og hjálpa listamönnunum með sína staðsetningar og svona í samræðu þeirra danshöfunda. Að þá kvöldið snýst þetta mest það að keyra þetta bara áfram. En kvöldið sjálft bara svona helmingurinn kannski af þessu. Það er náttúrulega líkur mikill undirbúningur á baki. Við erum búin að fylgjast með æfingum og reyna að stilla saman strengi svo að þetta verði nú komið sem best út fyrir alla. Hvað starfa margir myndatökumenn við eina svona útsendingu? Við erum, 6. Við erum með 9 myndavélar. Þetta er rosalega mikil samvinna og það þarf við þurfum að vita nákvæmlega hvað hinn er að gera, þannig að allar myndir passa saman og allir þurfa að vera í sama tempó í samandi við inzoom og útzoom og hvaða hraðir á krönum og þess aftar. Fáið þið að ráða eða þurfa að taka tillit til sérstakra óska keppenda? Þetta er svona í samstarfi við keppendurnar og svona oft fáum við líka ráða. Nú þurfa að vera hraðar skiptingar á milli laga, skipta kannski mörg trommusett og er þetta ekkert erfitt? Verður ekki rosalega mikil hasar stundum á baksviðs? Já, stundum. Sérstaklega í öðrum þætti. Þá vorum við svona, heldum við verið með þetta, svo vorum við ekki alveg með þetta, vorum við ekki alveg undirbúnir. Stundum eru 10 sekúndur opbóðslega lengi líða, stundum eru alveg rosalega fljótar. Uppbygging þáttarins og hvað er gert og svoleiðis er bara samvinna okkar sem að koma að honum. Og síðan náttúrulega erum við kringum 20 og eitthvað svoleiðis sem erum að vinna í kvöld. Hvernig hefur þú samskiptið við allt þetta fólk, 20 manns? Á að nota svona tæki hérna, nota þetta hérna. Þetta er svona heyrnartól og mikrofón. Og allir sem er að vinna í þessari útsendingu eru með svona heyrnartól og við tölum bara saman þar. Er þetta skemmtilegt? Já, þetta er þægilegt. Þetta er rosalega törn. Ég hef aldrei verið á sjó en hérna held þetta sé svona svipað að fara í svona einn túr.